Á þessum mótmælum sem hafa verið á Austurvelli, þessum fjölda sem þar hefur komið og mótmælt með friðsamlegum hætti og svo aðgerðum eins og þessum hér, eins og við erum að sjá hérna núna. Þá ætla ég að fá að segja það, að í það heila tekið finnst mér íslenska þjóðin hafa tekið þessum svakalegu hremmingum með ótrúlegu æðruleysi og yfirvegun og mótmæla aðgerðirnar, þessar sögulegu mótmæla aðgerðir sem eiga sér vart hliðstæðu í okkar sögu. Því Íslendingar eru nú ekki beinlínis eins og franski bændur sko, svona kundags. Og við getum vart haldið kryddsíld í friði núna í ár. Nei, og þetta er náttúrulega algjörlega sögulegt og nýtt í okkar samtíma. Í það heila tekið hafa allar þessar aðgerðir, bæði fjöldafundirnir í Háskólabíói, hér á Austurvelli, fundir á Akureyri, Selfossi, hvar það hefur verið friðsamlegir og við skulum ekki gleyma því að kröfur mótmælenda eru mjög sanngjarnar. Hverjar eru þær? Þær eru að menn axli ábyrgð og að fólkið fái völdin í sínar hendur, það verið kosið. Það sem ég óttast mest núna að ef að stjórnvöld dauf heyrast algerlega áfram við þessum réttmætu kröfum þjóðarinnar og ég kalla þetta þjóðina, Ingibjörg Sólrún. Ég held að 7-8 þúsund manns hér á Austurvelli sé orðin býsna gott þversnið af þjóðinni. Steingrímur, ekki svona út úr því sem ég var að segja. Ég tala þennan hóp sem hér. Ég veit ekkert hverjir eru nákvæmlega hér út í núna, Ingibjörg. Nei, við vitum að þetta tiltölulega takmarkaður hópur og hann kemur fram með ákveðnum ofbeldisfullum hætti. Ég hef ekki trú á því að það sé svona tilfinning þjóðarinnar. Ég ekki að tjá mig þeirra aðgerðir. Það sem ég ætla að segja það. Ég óttast að við missum þessa hluti enn frekar úr böndunum ef stjórnvöld daufheyrast áfram algjörlega við þessum réttmætu kröfum að menn axli ábyrgð og að þjóðin fá að gera þetta upp heiðarlega og friðsamlega í kosningum. Þá kvíði ég framhaldinu í janúar og febrúar ef að menn ekki fara að sýna því skilning. Það verður að koma til móts við þjóðina, segi ég. Mér finnst til dæmis 1800 manns í Háskólabíói býsna gott þversnið af þjóðinni og mæta kröfum hennar upplýsingar, gagnsæi, að menn axli ábyrgð og kosningar. Ég vek enn athygli á því að Geir H. Haarde er ekki komist í hús en Ingibjörg, fyrir 30 árum hefði þú sennilega staðið í þessum sömu sporum sem mótmælandi. Nei, ég ætla bara að mótmæla því. Ég hef ekki staðið í þessum sporum hér og komið fram með hætti sem að felur í sér ógnun eða eyðileggingu, Sigmundur. Því að eitt er að mótmæla og hafa sterkar skoðanir og láta þær í ljósi og ég tók þátt í því. Ég tók þátt í því að setjast niður á skrifstofu NATO og ég tók þátt í ýmsum aðgerðum en þær voru aldrei ógnandi. Það voru aldrei ógnandi, ætla ég að leyfa mér að segja. En mér finnst ég upplifa það og það sem mér finnst líka ógnandi við þessar aðgerðir, það er að fólki fara að taka það upp eftir hefðum úr Arabaheiminum að hylja andlit sitt. Ég veit að það gerir það undir því yfirskinni að það sé málstæðurinn sem skiptir máli en ekki andlitin sem á bakvið eru. En það er engin hefð fyrir því í okkar menningu, okkar sögu að menn dylji andlit sitt, að menn komi ekki fram sjálfur undir nafni og númeru og andliti með sinn málstað. Mér finnst þetta ókveikjandi að þetta skulle vera að þróast með þessum hætti. Og ég vil athygla því að það er ennþá verið að eyðileggja hér tæki fyrir okkur og það er búið að eyðileggja fyrir okkur nokkrar kvikmyndatökuvélar af mótmælendum hér fyrir innan dyra. Við erum einungis með 2 vélar í gangi núna og við verðum víst að fara í auglýsingar vegna þeirra skemmda sem unnin hafa verið á tækjum okkar í þessari kryddsíld. Þessari óvenjulegu kryddsíld ársins 2008 þegar mótmæls eru það bil að eyðileggja tæki okkar til útsendingar.